Massi efnis varðveitist þegar efni breytast. Massi var mælikvarði á efnismagn, hvað er gert úr miklu efni. Við skulum skoða 2 dæmi. Ef við erum með til dæmis 20 gram af sykri, hellum því út í 180 gram af vatni og setjum þetta allt saman. Hvað haldið við endum með? Jú, 200 gram af sykurvatni. Af því að við settum í ákveðið mikið efnismagn. Þó að sykurinn virðist hverfa, þá hverfar hann ekkert, hann er að áfram, við bara hættum að sjá hann. Sama ef við værum með svona glerhjálm og inni væri kerti. Og við skulum gefa okkur að það sé mikið súrefni þannig að kerti nái á einhverjum tíma svona næstum því að brenna. Og þá er eins og kertið hafi horfið. Þá myndum við áætla að kertið og súrefnið inni, skulum gefa okkur að það hafi massan 300 gram. Og þá halda margir að efnismagnið sé minna undir seinni hjálminum, sem er náttúrulega sami hjálmunum, bara svolítið seinna, af því að við sjáum ekki minna. En raunin er að kertið gekk í samband við súrefnið og það sem hvarf af kertinu var það lofttegundum hérna, aðalega koltvísýringi. Og það eru lofttegundir sem bara sjáum ekki en þær eru þarna. Sameindirnar og frumeindirnar eru hér og þess vegna er efnismagnið nákvæmlega sama. Af því að það fór ekkert út. Til þess að efnismagn breytist þá þarf eitthvað að koma inn eða fara. Ef við hins vegar erum með kerti bara á vog og það brennur niður og þetta fer bara í burtu, þá að sjálfsögðu minnkar efnismagnið því að efnin sem breytast í lofttegundir þau fara. Þær setjast ekki fastar inni eins og ef við varum með glerhjálm yfir. Þá minnkar efnismagnið því að þetta fer í burtu. Þannig að það er alveg sama, meðan við bætum engu við og tökum ekkert í burtu, þá er massinn sá sami, en ef við tökum í burtu, þá minnkar efnismagnið, við bætum við, þá eykst efnismagnið og þar af leiðandi breytist massinn.